Það stendur fyrir dyrum, byrjar 28. febrúar og stendur til 4. mars. Formannskjör í félagi hjúkrunarfræðinga. Guðbjörg Pálsdóttir sem hefur verið þar formaður í 8 ár held ég, að hætta. Og það eru 3 hjúkrunarfræðingar sem að bjóða sig fram. Og þær eru allar hingað komnar. Helga Rós Másdóttir, Jórunn Ósk Frímannsdóttir Jensen og Hulda Björg Óladóttir. Verið velkomnar. Takk. Herðu, það er verið spenna í kringum kjaramál félags hjúkrunarfræðinga langar hríð. Félagar hafa fellt samninga sem hafa verið lagðir fram og verið að reynda að þröngva upp á alls konar sáttatillögum og fleira, en hjúkrunarfræðingar alltaf hafna þessu. Nema nú er bara samningur sem að gildir næstu 3 árin eða eitthvað svona og allt bara rólegt yfir. Er þetta ekki skrítin tími í sögu félagsins að vera með formannskjör þegar allt er í góðu eða er allt í góðu? Ef ég má byrja. Ég myndi nú ekki segja að það væri bara allt í góðu og ekkert að gera. En jú, það var þarna skrifað undir. Já. Góðan samning síðast og þar kannski þetta jákvæða skref að varpa launatöflu hjúkrunarfræðinga yfir í sambærilega töflu og BHM er með, þannig að það gerir okkur svona allan samanburð auðveldari. En það er bara helmingurinn af launakjörunum, svo eru stofnanasamningar og þeir eru eftir að stórum hluta sérstaklega fyrir landsbyggðina. Og svo er bara það núna kannski tækifæri til að vinna ýmsum öðrum málum, eins og til dæmis í starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga. Og það hefur sýnt sig bara núna síðustu árin að þau máli eru eiginlega að brenna jafn heitt á hjúkrunarfræðingunum eins og laun- og kjaramál. Þannig að það er mönnunarviðmið sem við þurfum að vinna að. Víkka starfsvið. Eins og á við flestar stóru stéttir inn í opinberum kerfum að það snýst mikið starfsaðstæður. Já. Jórunn, hver eru verkefni framöndan? Svo takir upp verkefni, eins og Helgi kemur inn á, verkefnin eru ærin og þó að þessi samningur núna, eins og þú segir, var samstaða samningin, margt gott sem að þar fékkst, bókanir sem að þarf að fylgja eftir og það eru verkefni eins og mönnunarviðmið og starfsaðstæðurnar og þegar við segjum mönnunarviðmið að þá auðvitað er það kannski ekki endilega bara maður versus sjúklingur eða hjúkrunarfræðingur versus sjúklingur. Heldur þurfum við að horfa á auðvitað álagið bara yfir höfuð og við erum stórt heilbrigðiskerfi og mjög fjölbreytt hvernig álagið svona endurspeglast í kerfinu og það þarf að horfa til líka bara eins og stjórnunarspönn, ábyrgðarsviðið og gæðaviðmið. Við þurfum að vinna því að fá embætti yfir hjúkrunarfræðings inn í stjórnsýsluna og hún hefur ályktað að aðildarlönd að þau taki það upp. Það svona landlæknir? Já, sem er þá og hefur með málefni hjúkrunar að gera og eins er þetta með ábyrgðarsviðið, að víkka ábyrgðarsviðið en leið er mikilvægt að horfa til þess að það þarf að fylgja því stöðugildi eða það þarf að fylgja því hvað sem fjármagn. Það er ekki rétt að hjúkrunarfræðingar taki að sér meiri ábyrgð eða víkki svona starfsvið sitt öðruvísi en að það fylgi því þá í hverju tilviki fyrir sig eitthvað sem til að bæta þá því við starfið eins og þá bara prósenta eða stöðugildi og þannig að það eru mörg verkefni. Við þurfum að taka vel utan hjúkrunarfræðinga af erlendu bergi sem eru bara vaxandi hópur í stéttin okkar og mikilvægt að engilda það og þar, við erum að horfa til þess að það eru 25% þeirra sem að fengu hjúkrunarleyfi á síðasta ári sem eru af erlendu bergi. Við þurfum að mennta miklu fleiri hjúkrunarfræðinga. Evrópa er, ég get haldið lengi áfram en Evrópa er, við sjáum fram á vöndun í Evrópu upp á 2,3 eða 2,6 milljónir hjúkrunarfræðinga árið 2030 og það er ekkert seinna núna sem að þarf að
gera eitthvað og laun hjúkrunarfræðinga og kjör þurfa að hækka í næstu kjarasamningum. Vissulega erum við búin að samþykkja núna samning en við þurfum að halda áfram og við þurfum að sameina hjúkrunarfræðinga og þétta raðirnar í því að bæta kjör og starfsaðstæður þannig að fólk vilji vinna í faginu og vilji mennta sig til hjúkrunarfræðinga. Held að það mennta hjúkrunarfræðinga vanti fleiri en ekki aðal vandi sá að það svo margir mennta hjúkrunarfræðinga sem ekki að vinna við hjúkrun? Jú, svo sannlega það eitt af okkur bara stóru vandamálum að við erum vissulega að mennta hjúkrunarfræðinga og við höfum verið að auka í það að mennta fleiri hjúkrunarfræðinga en svo blæður okkur líka aðeins hjúkrunarfræðingum út úr kerfinu. Og þá bara hinga og þanga ekki þannig því að svara ákalli Evrópu að vanti hjúkrunarfræðinga. Hjúkrunarfræðingarnir okkur bara fara í ýmis störf og eru bara eftirsóttir starfskraftar bara víða í atvinnulífinu en ekki endilega kannski við hjúkrun. Og það svona kannski það sem við þurfum að huga að halda hjúkrunarfræðingunum sem við mentum í starfi. Og þar starfsumhverfið kannski fyrst og síðast auðvitað kjaramálin líka og þannig að það bara ákveðin svona áfangasigur núna í þessum samningum sem við skrifum undir og svona ákveðin sáttum þá en eins og ég segi áfangasigur, við erum nú þegar búin í raun með fyrsta árið af þessum 4 í þessum samningi þannig að tíminn verður ótrúlega fljótur líða og við verðum farin að undirbúa kjarasamninga 9, það ekki svo langt í það í raun og veru. Og þannig að það alveg áframhaldandi barátta en kannski myndast okkar svona smá svigrúm núna til að vinna að kjaraumhverfinu, vinna að starfsumhverfinu. Við erum að sjá bara, það víða gengdarlaust álag, mikil pressa og vinna, yfirvinnu, svona aðstæður bara inn á deildum og inn á stofnunum sem eru bara óásættanlegar. Það hefur verið sagt, ég veit ekki hvort það sé í gamnið alvöru að ef þau færið í verkfall að þá væri allavega sjúkrahúsin betur mönnuð heldur en að venjulegum degi því þá skilgreint eitthvað svona neyðar ástand að það þurfi að vera vist margir og það sé yfirleitt ástand sem eiginlega aldrei í gangi það yfirleitt miklu færri á vaktinni heldur en Jú, ég þekki ágætlega þessa verkfallslista úr mínu fyrra starfi. Og þetta svona að ef það verkfall að þá eru við sjúklingarnir eiginlega betur settir? Á sumum stöðum eru verkfallslistarnir þannig, já, það er rétt. Þess vegna svo mikilvægt einmitt að innlega mönnuna viðmiðin þó að þeir kannski skapi ekki fleiri hjúkrunarfræðinga þá verður við einhvern veginn að rjúfa þennan vítarhing og tala alltaf eitthvað álag án þess að hafa einhverja mælingar eða lög í gildi sem sýna þá fram á það að hér var bara mönnun ekki í lagi eins og til dæmis þegar eitthvað fer úrskeiðis og við þekkjum nú þegar úr kerfinu þar sem er búið að draga 2 hjúkrunarfræðinga fyrir dóm að það var svo sannarlega ekkert allt í lagi á þeim vöktum þeir voru búin að vinna klukkutímanum saman 16 tíma vakti trekk í trekk með allt og veika og allt og marga sjúklinga á sínum herðum. Þetta bara verðum við að laga í okkar starfsumhverfi. En ef að mönnunin væri skilgreind að það þarf svona marga hjúkrunarfræðinga til þess að deildin virki og það er ekki hægt að gera það á venjulegum degi að þá bara að loka eða? Það er ekki hægt. Við getum ekki alveg búið okkur saman með flugi þó okkur sem er tamt að gera það. Þar sem eru gríðarlega bara sterkir og góðir öryggisferðlar. Það máttu ekki leggja af stað. Nei, ég segi það. Þú ferð ekkert í loftið, þú ert ekki með almennilega mönnun í vélina. Þetta getum við ekkert gert. Við erum bara á flugi og þetta reynum við þá að lesa mál eins og hægt er. En einhvers staðar verðum við að byrja. Og mönnuna viðmiðin líka kannski koma því í gegn að varpa ábyrðinni af persónulega af hjúkrunarfræðingnum sem stendur vaktinni með alltaf marga sjúklinga og í kannski ómögulegum aðstæðum yfir á líka bara yfirvöld á stofnunina. Að þau taki ábyrðina þá ef eitthvað úrskeiðis fer. Og það er svo mikilvægt. Og það er akkurat svo breyting sem var núna í þessum lögum sem voru sett núna í desember 23 af honum Willum að þetta var sem sagt ekki hægt fyrir þann tíma að núna er það allavega hægt að lögsækja stofnunina fyrir það að hafa ekki viðunandi starfsumhverfi og þá þarf náttúrulega stofnunin líka að hafa ykkur lög til þess að geta fyllt. Og hvað er viðunandi starfsumhverfi? Já, og einmitt hjúkrunarfræðingurinn að vita, þú veist, hvað er eðlilegt og hvað var, þú veist, þegar ef að eitthvað fyrir úrskeiðis að geta þá svona stutt sig við það var þarna stofnunin var að bregðast, sko. Ef ég spyr bara eins og Kjáni segjum að það sé komið svona viðmiðun og ég er að stýra Landspítalanum og ég segi við þig að þú verður að taka aukavaktina í kvöld því annars náum við ekki að uppfylla mönnunar viðmiðin. Ég meina, hverju breytir þetta raunverulega? Er ekki bara stofnunin að
þröngva hjúkrunarfræðingum til þess að taka of margar vaktir? Sko ég sé fyrir mér stofnun sem er þar sem að búið að skilgreina þetta, að það verði þá lögð meiri áhersla á það að fá hjúkrunarfræðinga til starfa og það verði gert það sem þarf til að fá hjúkrunarfræðingana til þess að vinna störfin og þá ef ábyrgðin er orðin stofnunarinnar að þá gerur hún það sem þarf. Ég meina það er miklu meiri eftirspurn heldur framboð eftir hjúkrunarfræðingum. Af hverju er ekki launin þá í samræmi við það til dæmis eða starfsumhverfið? Já. En segir mér þá, að því ég þekki ekki, að eitt var í launin, en svo leggiði mikla áherslu á starfsumhverfi og það er ekkert sérstakt við hjúkrunarfræðinga, það er allar heilbrigðisstefnur, kennararnir að tala um þetta, það eru hjúkrunarfræðingar og kennarar í verkvöllum í Bretland og Bandaríkjunum, þar sem kröfunar eru meðal annars að bæta starfsumhverfi, ekkert síður en laun, ég er ekki að segja að við viljum fá bætt starfsumhverfi í staði fyrir laun. Getið þið útskipt fyrir mér hvað þarf að bæta í starfsumhverfinu til þess að fleiri hjúkrunarfræðingar komi til starfa? Ég held að til dæmis stuðningur í starfi sé eitt af þessum, við erum oft bara með mjög þung og erfið mál í höndunum og þú veist út að standa langar og erfiðar vaktir og svona tímum hjá fólki sem að mest liggur við, einhverju er jafnvel að falla frá og annað slíkt. Þú veist að þetta eru þung og erfið mál, þannig að stuðningur í starfi til dæmis eitt af því sem við höfum barist mikið fyrir og ætlum að berjast áfram fyrir, að það getur breytt miklu í starfsumhverfinu. Að hjúkrunarfræðingurinn upplifið það og að hann sé skilinn eftir einn í vondum aðstæðum. Já, kannski á mörkunum að ráða við að finnast hann bara ekki ráða við. Já. Og oft er hann líka, ef ekki hjúkrunarfræðingur oft andlit skertra þjónustu. Mæti sjúklingum til að segja að þú heldur kannski að þú hafi möguleika á þessu en því miður, það bara er ekki í boði. Já. Og ég held að það sé ekki síður mikilvægt í þessu varðandi starfsumhverfi þegar við tölum um það er að það sé nægur fjöldi að starfa skiljiði hverju sinni. Allar rannsóknir sýna það með mitt. Að þú þurfir ekki að fara vaktinni þínu og þú hafi bara hreinlega ekki náð að gera nema helmingin af því sem þú hefðir vilja að gera. Að þið getur liðið vel með starfið þitt. Þú farir út bara, já, þetta gekk vel í dag og ég er búin með það sem ég ætlaði að gera og ég gat gefið mig tíma í það sem ég þurfti. Það er þetta, sko. Það er ekki stanslust að veita einhvern afslátt af því sem þið langar að gera og það sem þú veist átt að gera samkvæmt þinni bara menntun. En er þetta ekki búið að vera eiginlega stefnan í heilbrigðismálum er að vera með svona niðurskurð og flata niðurskurð, hagræðingakröfur og eitthvað fleira, að gera þetta bara eins ódýrt og hægt er? Þess þá heldur þurfum við aldeilis að berjast. Eitthvað kröfur er þá eiginlega bara að breyta heilbrigðisstefnunni. Og kannski þarf heilbrigðiskerfi bara að kostna þess meira. Og ég held að við þurfum bara að ná, hvað segir maður, við þurfum bara að ná eyrum stjórnvalda í því að ef við ætlum að vera hér áfram með framúrskarandi heilbrigðiskerfi, ef við ætlum að fá, að viðhalda stéttinu okkar og faginu og faglegum vinnubröðum, að þá þarf bara að gera sig grein fyrir því hvað þarf að gera til þess að hjúkrunarfræðingar vilji vinna við fagið. Við missum ekki 20% út á fyrstu 5 árunum eftir útskrift. 5 árum eftir að hjúkrunarfræðingar eða sem sagt útskrift að þá erum 20% farin til annarra starfa. Það eru mörg 100 hjúkrunarfræðingar hérna úti sem gætu vilja koma tilbaka leið og skilyrðin og umhverfið og launin eru orðin þannig að það sé bara eftirsóknarvert. Við sáum það í COVID að þá fengum við inn nokkur 100 hjúkrunarfræðingar til starfa sem komu annars staðar frá, þannig að þessir hjúkrunarfræðingar eru til en þeir velja að starfa annars staðar út af launum, út af stannsumhverfi. Það komu í COVID að því það var... Það er svona rann blóðið til skildina sennilega og þú veist, fólk vildi koma að hjálpa, það var bara þannig aðstæður á þeim tíma. En brottfallið eða hvað var kallað, það er svona, þetta er slæmt, þetta er samt ekki eins slæmt við kennurum, ég held að sé ennþá verri tölurna þar. Hvað er mikið eftir 5 árin? Ég þekki ekki tölurna þar, sko. Já, svo er þetta það er þannig að við vitum að hjúkrunarfræðingum hér úti á Íslandi sem að eru með menntun til þess að geta starfa sem hjúkrunarfræðingar. Núna eru 8% félagsins eru hjúkrunarfræðingar af erlendi þjóðerni og svo tala yfir hækka gríðarlega síðustu ár. Og við þurfum líka að huga betur að þeim hópi og við þurfum að standa líka fast í lappirnar að Ísland fylgi tilmælum alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar og svona varðandi siðferðilega ráðningar og eins og Jórunn sagði áðan, það er skortur allstaðar og við eigum og við höfum fengið niðri félag
aðila frá fyrirtækjum sem að ætla að flytja inn hjúkrunarfræðinga og koma og með ykkur ofsalega flott boð að þeir ætla að byggja einhverja íbúðablokk og bjóða bara hjúkrunarfræðingum að koma og búa þar og vinna og þá spyrum við bara af hverju bjóðu þið ekki bara hjúkrunarfræðingur sem þegar eru í landinu þessi kjör og þetta akkur ætlaði að fara að sækja hjúkrunarfræðingur til Indland sem að þurfa alveg mikið á sínum hjúkrunarfræðingum að halda þannig. Það verður flutt inn verkafólk til þess að sinna störfum hér sem að sætti sig við lægri kjör heldur en verkafólk á Íslandi. Já, við erum bara auðvitað með ákveðna kjarasamninga í gangi, en jú, við þekkjum líka dæmi til þess að erlendir hjúkrunarfræðingar hafa verið verið launasettir heldur og sambærilegir hjúkrunarfræðingar sem eru frá Ísland og þetta eitthvað sem við verðum að standa verðum alveg klárlega. Líklega það og ég meina í byggingariðnaði hefur þetta verið mjög að segja mér iðnaðarmenn að sko það verður hægt mjög á raun kaupmáttaraukningu þeirra stétta út af samkeppni við verkafólk og iðnaðarmenn sem fluttir inn og látið búa í einhverjum svona gámum. Ef við horfum kannski bara til Norðurlandana í þessu tilviki að þá getum við séð reynslu þaðan. Það sem ekki sérstaklega góð og sérstaklega það sem þeir felldu út sko tungumálakunnáttuna hjá hjúkrunarfræðingum og þau þurftu ekki standast þannig ákveðnar kröfur varðandi þá dönsku kunnáttu og atvikum fjölgaði gríðarlega og mistökum með atvikum sem urðu inn á stofnununum og það bara ekki vegur sem við viljum fara. Þannig að ég heldur þurfum að vanda okkur eins og Helga segir gríðarlega í þessum málaflokki að styðja vel við þessa hjúkrunarfræðinga sem koma hingað bara á eigin forsendum og fúsum og frjálsum vilja og ætla að starfa hér og eru með réttindi til þess og við þurfum að halda vel utanum en hópa og fá í stuðning og fræðslu okkar menningu og starfsumhverfi og hvaða kjarasamninga við erum með og hvernig þú sækir þinn framgang í starfi og þannig að við séum ekki að fá svona mál inn á borð hjá félaginu þar sem að fólk ekki á réttum launum. Svo ofsalega mikilvægt líka í þessu með erlenda eða hjúkrunarfræðinga af erlendu bergi. Það auðvitað ekki síst að taka utan hópinu. Við vitum hvað hann skilur við. Þannig að það að ná svona sambandi við hjúkrunarfræðingarna hvar sem þeir eru starfandi á landinu. Og það líka þetta með kultúrin okkar og menninguna að við þurfum svolítið að svona kenna þeim á okkar menningu því þetta eru mjög hæfir hjúkrunarfræðingar sem að hafa alveg þið vitið burði til þess að standa sig mjög vel í starfi og geta tekið að sér öll þau verkefni sem að aðrir hjúkrunarfræðingar geta en við þurfum að svona hjálpa þeim að skilja okkar menningu og menningarmunin sem að því að hjúkrunarfræðingar á Íslandi eru virkilega sjálfstæðir í starfi og það kannski ekki það sem að þau hafa reynslu af úr sinni menningu eða sínu heimalandi. En hópurinn sem að hingað kemur þá tvískiptur annars að þeir sem koma svona á eigin vegum og svo eitthvað dæmi svona starfsmannanlegur hjúkrunarfræðinga, það svona fyrirtæki sem ekki stórt, en það samt það samt skipulaður innflutningur hefur verið ekki stóra það eru dæmi það eru ekki mörg en langflestir að koma bara á eigin vegum og hafa heyrt af því að hér sé gott að búa og starfa og vera og við tökum auðvitað vel á móti og auðvitað tökum við vel á móti öllum en við eigum líka að við viljum ekki hinn dæmin að það sé verið að flytja inn hjúkrunarfræðingar ég myndi tala við hjúkrunarfræðingar svona bara random þá býst ég við að við höfum svolítið talað við svona heilbrigðisstéttina, tókum svona góða sirpu í fyrirræðum og með svona samhljómur með því sumuð af því sem að þið eru að segja en nú þetta stórt félag og ekki einhver svona skoðana ágreiningur og einhver munur á að þið eru nú 3 ári í frambóði. Ég ekki að segja að þið séu fulltrúar einhverjar fylkinga en auðvitað hafa félagsmennur mismunandi skoðanir og mismunandi hagsmun að gæta og ég bara tek kannski landsbyggðina sem dæmi að þá eru kannski svona þeirra mál sem að líka brennur aðeins fyrir að þeirra kannski stofnanasamningar hafi ekki verið alveg jafn, kannski hagstæðir og stofnanasamningarnir sem eru hér á höfuðborgarsvæðinu hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins eða Landspítala og
gríðarlega erfitt að manna ákveðnar einingar sem eru út á landi og sérstaklega kannski svona afskiptari einingar sem þarf og þarna og illt að vera ein og afskipt. Já. Og er erfitt. Það er svo allir sammála það þarf að gera betur. Það þarf að gera betur þar og ég held að stjórnvöld þurfa að koma þar inn við þekkjum dæmi til dæmis bara frá Norðurlöndum, frá Noregi þar sem eru ívilnanir fyrir að vinna á afskektari stöðum og þar sem þú ert kannski stendur einn vaktina og við erum með stjórnvöld gætu gengið lengra í eins og með ívilnanir námslánum, niðurfellingu á námslánum fyrir það að taka að sér í einhvern ákveðin tíma að vinna út á landi á okkur ákveðnum stað eða skattaívilnanir og annað og ég myndi kannski vilja sjá fyrir þennan hóp sem hefur svona kannski aðeins aðra sína að er í aðeins öðrum aðstæðum heldur en þeir sem vinna hér á höfuðborgarsvæðinu að ég heldur þurfum að berjast svolítið svona fast fyrir þessum hópi og þetta er svo sem var fyrir kosningarnar alveg held ég allir flokkar ræddu þetta ívilnanir og það var Framsóknarflokkurinn hafi orðað þetta Jú og Samfylkingin líka það var aðalega beint alltaf gæti þetta verið krafa félags- og hjúkrunarfræðinga alveg jafn mikið fyrir við hjúkrunarfræðinga eins og aðra gæti þetta verið krafa félags- og hjúkrunarfræðinga að væri skattaívilnanir fyrir þá sem að vinna í dreifðari byggðum gæti alveg verið, já það gæti alveg verið og eins með bakvakta fyrirkomulagi það er nú bókun í kjarasamningi að endurskoða það og þar þarf að huga að þessum hópi sérstaklega það er bara mjög og brennur á hjúkrunarfræðingum út á landi þetta er ofboðsleg bakvaktabyrði sem þeir eru að standa oft ólaunuð bakvaktabyrði það verið að ringja og fá svona sérfræðiraðgjöf í gegnum síma sem er bara eitthvað svona eitt símtal en þú bjargar málunum með símtalin en þú kannski fara ekkert greitt fyrir það það er svona alls konar og þú ert alltaf á vaktin einhvern veginn Félag opinberra starfsmanna eins og BSRB er með svona stefnu það sem er andmæla einkavæðingu og útvistun. Þið eru með félag þar sem að kannski flestir eru vinna hjá hinu opinberra. Innkeypingsstjætt heitir það víst. En svo eru líka hjúkrunarfræðingar sem að vinna hjá einkafyrirtækjum. Það er kannski hagsmunir þeirra sem að vinna hjá hinu opinberru að opinberra kerfi sé ekki hólað inni að innan því að það veldur skadar starfsaðstæður og fleira. En svo eru kannski margir sem að vinna hjá hinu opinberra og myndur nú alveg vilja láta einkafyrirtæki bjóða í sig og borga sér aðeins hærri laun og hvernig leggst. Margir, náttúrulega þú kannski veist tölna en auðvitað mikið af hjúkrunarfræðingum sem er að vinna í einkageiranum, getur maður sagt, eða hjá einkaaðilum. Og ég sjálf var nú að vinna þar árum áður og barðist fyrir því að fá að borga félagsgjald til félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og stofnaði þar fagdeild því það er auðvitað mikilvægt að félagið að þessir hjúkrunarfræðingar séu líka hluti af félaginu og við tölum svona einni röddu því að auðvitað eru hagsmunir okkar þeir sömu hvort sem við erum hjá einkaaðila eða í hinu opinbera. BSRB myndi ekki taka undir það, myndi segja að það væri ekki hagsmunir þeirra sem að starfa hjá hinu opinbera að fara lengra inn í einkavæðingu og útvistun eitthvað fleira því að það reynsla síni það grefur undan opinberu þjónustunni og Ég bara hjúkrunarfræðingar er að sækja þau tækifæri sem þeir sjá og einkavæðing, þessi ruglingum með einkavæðing og einkarekstur ég allavega stið bara fjölbreytt tækifæri fyrir hjúkrunarfræðinga. Fjölbreytt rekstarform á bakvið okkar litla heilbrigðiskerfi. Það hefur kannski líka verið styrkur þess að sækja sér hjúkrunarfræði menntunar hefur bara orðað þannig að eiga ofboðslega fjölbreytt atvinnutækifæri og við megum ekki taka það í burtu. Að þú átt mjög bara, þú getur gengið að og voru aldrei atvinnulegs náttúrulega og getur gengið að fjölmörgum störfum það er náttúrulega bara þannig að námið okkar svolítið uppbyggt og það er einmitt svo sorglegt að hjúkrunarfræðingar, menntaðir hjúkrunarfræðingar skuli ekki kjósa að vinna við fagið sitt af því að þeir geta í rauninni, þú veist það er bara allt spektrumi, hvað langar þig, hvar finnur þú þig í faginu sko. Þannig að við þurfum að ná í þessu hjúkrunarfræðinga sem eru að noti. Og ástæðan eru launakjörin, starfsaðstæðunar? Já, fyrst og fremst. Launakjör og starfsaðstæður, svona þunga miðjan í þessu. Þannig ef þetta er við lagað að þá værum við ekki í neinum vanda með að manna
allastöður. Sko, síðan þetta alltaf, það er aukin þörf fyrir hjúkrunarfræðing og hjúkrunarþjónustu og bara alls þar í heiminum. Og annars konar þörf, kunnahópurinn breytist. Við erum að eldast og flóknari vandamál og meiri sérhæfing og það allt saman og við þurfum líka að laða fleiri að hjúkrunarstarfinu. Við þurfum að hafa miklu fjölbreyttari hóp hjúkrunarfræðinga. 96% hjúkrunarfræðinga í Íslandi eru konur. Það gengur ekki, við séum alltaf bara að taka úr þeirri púlju. Við þurfum bara allt mengið, alla. Og við þurfum að laða miklu fleiri að hjúkrunarfræðistarfinu. Og það hafi verið gerðið rannsóknar, þar sem að var sett bara blaði yfir starfstitilinn og svo lýsingin á starfinu og lagt bara fyrir ungt fólk og bara veljið ykkur hvaða starf finnst ykkur mest spennandi. Og það bara veldu alveg jafn margir strákar hjúkrunarfræði eins og stelpunar og svo að lyftu upp nurse. Nei, þá var það einhvern veginn ekki. Það er eitthvað svona staðalímynd og stigma yfir þessu starfi sem við verðum að breyta. Þetta spennandi starf en ónýtt vörumerki. Og við verðum að breyta því. Það þarf að breyta því. En nú eru held ég fleiri konur áskrifa sem læknar, heldur kallar. Einu sinni var þetta skipt, það voru kallar, voru læknar og konur, hjúkrunarkonur konur, þá. Af hverju hafa strákar ekki valið þetta starf? Er það bara þetta? Það er rosalega góð spurning. Kannski hefur ekkert alveg eitt svar við því. Þetta er 96%, þá finnst mér skýringin að það sé svona stigma og þetta er ekki allstað þannig í heiminum en þetta er og ekkert alveg sér íslenskt en aðra þjóðir hafa náð mun lengra eins og bara í Noregi og Bretar og Bandaríkin og bara mörg lönd það er þetta og allt upp í bara 40% er skiptingin 40-60 þannig að þetta er alveg hægt. Ég held líka bara að þetta muni gerast ef að starfið verður eftirsóknarvert með bættum kjörum og betra starfsumhverfi og við getum farið að vera stoltari svona einhvern veginn fagstétt og störfin eru svo fjölbreytt, það er vissulega að fjölga karlmönnum og ég man nú hvenær var það, 23 sem að voru sögulega margir sem að sóttu og hófu nám við Háskólann á Akureyri og það er orðið auðveldara að mennta sig með fjarnámi eins og við Háskólann á Akureyri og það er bara gott tækifæri hér til að skora á karlmenn að skrá sig í hjúkrun því þetta er frábært starf. Leikskólakennarar hafa brugðið og ráð að hafa karlmann sem formann svo að það sé það var nú karlmaður Ólafur þannig að við erum alveg búin að prófa það skilja sér ekki. Herðu, en er það ómögulegt fyrir mig að reyna að finna eitthvað svona skoðan ágreining á milli ykkar? En þá eru það hjúkrunarfræðingar eru þá að velja bara ykkar reynslu. Stefnumálin okkar eru vissulega keimlík. Við komum allir innan vébanda félagsins. Ég sitt í stjórn, varaformaður og Helga Rósa vinnur fyrir félagið, þú sittur í stjórn. Ég sitt í stjórn, varaformaður, það er gjaldkerfi. Þetta er bara... Þannig að þetta er ekki kosning breytta stefnu, þið eru talað fyrir þeirri stefnu sem hefur reikin, það hefur tekið þátt í að móta hana og reikana fram. Já, einmitt. Þannig að ef ég væri hjúkrunarfræðingur þá er ég að velja bara hverjum treysti ég best til þess að reika áfram óbreytta stefnu. Já, treysti ég best til þess að klára verkefnin og fylgja þessu eftir og svo kemur auðvitað alltaf með nýju fólki einhverjar áherslubreytingar, það eru nýjar tengingar, það er annar bakgrunnur, þannig að þetta er alltaf einhverjar áherslur en ég held að þú fáir okkur ekki til eitthvað svona heitar umræður það hvort að við viljum alls ekki að fá eitthvað svona, jú, við ætlum að hafa þetta þannig þá kemur eiginlega enn verra þá kemur spurningi á hverju ætti ég að kjósa þig? Já, vegna reynslu minnar og bakgrunns þá vantarlega sem er þá hver annar heldur að þeirra? Ég hef stjórnunarreynslu af Landspítalanum, var deildarstjóri á bráðamóttökunni með mikil mannaforráð og þá vön rekstri þar. Ég hef unnið með fjölbreytt störf innan hjúkrunarfagsins, hef verið á heilsugæslu í öldrun og svo auðvitað inn á bráðamóttöku og ég hef farið til útlanda, unnið sem hjúkrunarfræðingur í Kanada og meira svo Indlandi, þannig að reynslan er fjölbreytt. Ég þekki hjúkrunarstarfið mjög vel. Og treysti mér bara fyllilega til þess að berjast fyrir bættum kjörum og starfsumhverfi hjúkrunarfræðinga þannig að ég þekki það mjög vel af eigin raun. Jórunn, af hverju ætti ég að kjósa þig? Ég hef auðvitað fjölbreytta reynslu. Ég er búin að vera í stjórnunarstarfi núna síðustu 12 árin, er forstöðumaður á Droplaugarstöðum sem er hjúkrunarheimili
og þar á undan var ég deildarstjóri á Landspítalanum í Blóðbankanum og var þar á aðgerðasviði, þannig ég þekki auðvitað það vel að vera stjórnandi og bera ábyrgð. Ég var borgarfulltrúi í 4 ár þar sem ég var formaður velferðaráðs, sameinaði heimahjúkrun og heimaþjónustu í Reykjavík og ég mjög fylgin mér. Ég er full af orku, þrautsæju og þekkingu og reynslu til að klára þau verkefni sem maður þarf að fara í og það þarf að vinna þeim virkilega brautagengi bæði innan stjórnsýslu og í samfélaginu og það þarf bara að verða eins og maður getur orðið þetta góða orð hérna bara vitundarvakning til þess að við höfum hér áfram framúrskarandi heilbrigðiskerfi og við höldum stéttin okkar og já, hér er ég. Hulda, þú færði þessa forsetalegu spurningu. Akkur ætti ég að kjósa þig? Sko, auðvitað þarf maður menntun og bakgrunnin til þess að fara í þetta og ég hef það bæði menttunina og bakgrunnin. Ég er búin að vinna 19 ár síðan útskað sem hjúkrunarfræðingur, ég er búin að vinna sem almenni hjúkrunarfræðingur, ég er búin að vera stjórnandi í öldrun, stjórnandi í heilsugæslu og ég er búin að vinna í einkageiranum með mikla reynslu af rekstri, markaðsmálum og bara viðskiptum. Þannig að eins og ég segi, þessi breiði bakgrunnur held ég að skipti miklu máli því að formaður þarf að hann rekur þennan vinnustað sem skrifstofan er hjá félaginu og hann þarf að vera mannustjóri og hann þarf að reka þessi sértæku mál félagsmanna þannig að hann þarf að vera með marga hatta og þannig ég held að breiði reynsla skipti öllu máli en ég er bara mikil keppnismanneskja og og er baráttumanneskja og er til að berjast fyrir því sem þarf að gera og sækja það sem við þurfum að ná í og þess vegna er ég að bjóða mig fram að því ég brenn fyrir málefninu og og já, það er ástæðan fyrir því. Þeir að fara að hitta hjúkrunarfræðinga, ekki kynningafundur? Jú, kynningafundur á eftir á Grand Hotel klukkan milli 5 og 7 og honum verður streymt og hægt að fara inn á mína síður og sjá hann þar. Já, þá öðruvísi kemst ekki inn á mína síður. Þið heyrið það kannski að okkur fer betur að tala málefni og fleira hérna við rauðaborðið að ég var svona afsakað að þurfa að spyrja svona forsetalegra spurningar þar sem að margir er að sækja sama starf og kannski ekki mikil ágreiningur hvernig ég að sinna því og þá setur þetta eftir það hvernig þú tristir best til þess að sinna því starfi og það hefur réttu skilningur mér að þessar kosningar verða það félagar ykkar allar að velja þann sem er helst trista til þess að reka áfram til það óbreyta þarna. Ég myndi segja að það snýst það og talandi reynsluna að þá ég hef verið stjórnandi síðustu árin en svo sannarlega hef ég líka unnið í faginu og er að vinna í faginu og tek vaktir eins og inn á réttargeðdeild samhliða því að vera stjórnandi og hef verið í heilsugæslunni og hvar sem er eða víða í kerfinu. Þannig að það er mjög mikilvægt að halda tengslurum og ég segja sama ég tek vaktir alltaf á neyðarmóttöku verið þoldi kynferðisofbeldi sem gert það frá því að ég hætti sem deildarstjóri. Það er mjög gott að vera alltaf með svona eirað líka við jörðina. Vera tengdur hjúkrunarfræðinginn sem er að vinna í klínik. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt. Ég er í stjórnunarstarfi en ég vinn að stórum hluta í klínik líka. Innan heilsugæslunnar. Þannig ég held að það sé líka, mjög Mætti vera heilbrigðiskerfi vera mótað af þeim sem að er í þeirri stöðu. Ég sé það stundum inn á Facebook að þá er mynd af fólki með mert í einhverjum ból, mert eign ríkisspítalann eða hvað stendur núna, ég man ekki hvað stendur. Og það er þá er fólk með tárin í augunum að lýsa því hvað er gott að lenda inn í heilbrigðiskerfinu og hvað er gott fólk sem að vinnur þar. Og sumuleitt er þetta fallegt að sjá þetta en ástæðan fyrir að fólk er að posta þessu er að þegar þú ert ekki þarna inni þú stendur fyrir utan og ert að berjast fyrir að fá þjónustu inn í heilbrigðiskerfinu að þá er þetta ekki upplifun á kerfinu þannig það er eiginlega gerólíkt kerfi sem er einhvern veginn birtist okkur að utan sem er einhvern veginn mótað af þeim sem eru kannski með tölvöra fjarlægð frá gólfinu eins og þeir að segja en svo þegar fólk sleppur inn
að þá lendir fólki í einhverju öðru heilbrigðiskerfi sem kannski raunverulega heilbrigðiskerfi. Mér finnst þetta mjög áhugavert. En kannski heyrum við líka oft slæmusögurnar frekar, sko. Já, þessi ólíka sýn sem að fólk verður fyrir að þegar það sleppur eiginlega inn og nendur í höndunum á þeim sem að hafa valið það sem starfsvettvang að sinna öðru fólki. Já, ég held að þetta er eflaust líka mjög misjafnt eftir hvert vandamálið er. Og svona bráð vandamál, jú, það er yfirleitt svona frekar, hvað sem er það, því er vel sinnt og að bráðamóttakan sé eins og hún er en önnur vandamál eru kannski verri og erfiðari eins og til dæmis þeir sem að glíma við geðsjúkdóma eða eitthvað slíkt. Þannig að ég held að það sé svolítið misjafnt eftir því hvert vandamálið er. Ég fór með báða foreldra mína raunverulega berjast fyrir því að þau fengju ykkur á þjónustu hjá heilbrigðiskerfinu og mjög sár og erfið reynsla. Margir með það. Já, og það er, þú vísar í Facebook-fæslunar þar sem að þú veist, fólkið er einmitt að lýsa því að það hefur verið gripið en við vitum líka því miður bara mörg önnur dæmi og akkurat eldra fólk sem kemur inn í gegnum bráðamóttöku kemst ekki í rúm og er á gangi og aðstandendur eins og þú lýsir að reyna að berjast fyrir að fá þjónustu en auðvitað er sko það sem að við heyrum svo oft það er verið að reyna að berjast fyrir bættir í þjónustu, það er verið að reyna og auðvitað bara ráða menn að láta í sér heyra, það vantar meiri pening, við þurfum að byggja við bráðamóttökuna, við þurfum að breyta einhverju og gengur hægt með spítalan og allt þetta, en þegar á reynir að þá sem betur fer, að þá er fólk oft að upplifa mjög góða þjónustu og fær góða þjónustu. Og þetta eru mönnunarviðmiðin í rauninni hnotskurn, þau snúast gæði og öryggi þjónustunar og bara margbúið að sýna sig margar rannsóknir að þegar þú ert með rétta mönnun þá farnast sjúklingnum betur, það eru færri dauðsföll, það eru færri aukaverkanir pluss það að starfsánægjan eykst vegna þess að þú nærð að sinna starfinu þínu vel og þannig að það er að rjúfa þannig vítaring. Þess vegna erum við að leggja svona mikla áherslu á það að mönnunarviðmið verði sett vegna þess að hjúkrunarfræðingar eru helsti málsvari líka sjúklingar. Ég tekið viðtölu við hjúkrunarfræðingar sem voru á bráðavakt sem að hættu eins og þau bara réð ekki við tilfinningarlega að vera að neita fólki þjónustu sem þú setja þig í svona aðstöð sem er bara ómöguleg og það er ekkert skrítið að fólk gefist upp á því. Stríðir gegn hugmyndu þínu sem manneskju og líka sem fagmanneskju. Og þess vegna er einmitt þessi stuðningur í starfi svo mikilvægur og ekki síst fyrstu árin þín og það kom núna bara mjög vel inn í nýjan kjarasamning sem er nú heldur betur til bóta að þar eru 30 tímar skilgreindir fyrir hjúkrunarfræðing á fyrsta ári eftir útskrift, 20 tímar á öðru ári og svo 8 klukkustundir eftir það og þetta er til að styðja við hjúkrunarfræðinga í starfi og getur verið í ýmsu formi en bara mjög góð. Svona stuðningur getur bara breytt öllu í því hvort þú mæti eða vilt halda áfram í þínu starfi eða ekki. Helga, Jórunn og Hulda, takk fyrir að koma hingað, mjög áhugavert að tala við ykkur. Heiður að hafa ykkur. Takk sem er leiðis. En við sitjum hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja þetta samfélag sem við lifum í og það breytir svo hratt að við höfum ekki undan. Næsti kafli eftir augnablik. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.